Það bara Excel. Hefur það einhvern veginn eitthvað annað í þér? Ég trúi ekki. Hvað heldur að tími sé komin eða hvað? Við erum núna loksins að breyta þetta náttúrulega. Það er búin að gera allir 10 ára. Við vitum betur hvað hluti kosta, sko. Munum vita. Já, þetta er svona það meira með því. Það er hægt að nefna að nota það til helmingis nógulega. Það er þjónustu. Það er bæjarskristofanum 10-leytið. Hæ? Þeir opni. Er það bæjarskristofanum? Já. En gott að vita hvað það var það yfir. Svo bara líka að hafa þau síðan með að þjónustöðarna í kerfinu. Þau voru svona alltaf náða. Það var alveg verktaka þegar það er ekki mjög. Þeir áttu bara að spila svo. Það var miklu erfiðar nálgast. Þennan morgunfund Vegagerðarinnar. Við köllum hann Vegagerð í skugga eldsumbrota og ég var bara að læra það hérna rétt áðan að það eru ægilega upp á dag 4 ár síðan að eldsumbrotin byrjuðu. Ég var eiginlega vantrúið á það, mér finnst þetta bara hafa verið svona mjög lengi en svona er þetta, tímaskynið fer svolítið illa með mann. Þessi tími hefur kallað á bara, hvað ég segja, mikil og breytt viðbrögð hjá Vegagerðinni sem og öðrum og okkur fannst full ástæða til að fara aðeins yfir hvað höfum við verið að gera, hvernig höfum við verið að bregðast við og hvað höfum við lært. Og við erum með nokkur erindi hér í dag þar sem við ætlum einmitt að fara yfir þetta. Fyrsta erindið heitir Vegagerð og varnargarðar og það er Sigurþór Guðmundsson, verkefnastjóri okkar á mannvirkjasviði hjá Vegagerðinni sem ætlar að fara yfir þau mál. Nú síðan kemur erindi sem heitir Hvernig leggum maður veg yfir nýrun hraun. Það er ekki alveg augljóst og Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu ætlar að fara yfir það. Rekstur á vegum á Gosasvæði, Valgeir Guðmundsson, sérfræðingur á þjónustudeild hjá Suðursvæði og Vegagerðinni ætlar að taka þann pakka. Því það er ekki nóg að leggja þessa vegi, við erum í viðvarandi almannavarna ástandi, stundum svo vikum skiptir. Kortlagning sprungna í Grindavík, það var nú verkefni sem að við verðum bara viðurkenna olli okkur miklum áhyggjum, það er bara hvernig staðan væri og hversu örugt var að vera með íbúa, ferðamenn og ekki síst starfsfólk á þessum vettvangi, þannig að það var ráðist í umfangsmikla kortlagningu á þessu. Friðrik Halldórsson, rannsóknarmaður á stöðdeild hjá Vegagerðinni ætlar að fara yfir það. Og svo ætla ég í lokin að fá svona aðeins að tína saman okkar upplifun á þessu og hvernig við horfum á þetta. Sólveig Gísladóttir ætlar að stýra fundinum og ég ætla bara að biðja hann að taka við. Gjörðu svo vel. Hækka kannski hérna hljóðið. Já, bara verið velkomin, gaman að sjá hversu margir í sal og ég vona að fólk sé að njóta líka í streyminu. Við ætlum að hafa þetta þannig að fyrirlesarar koma hérna bara upp, halda sín erindi og við ætlum að taka fyrirspurnir í lokin. Þannig ég ætla bara að biðja, svo við sjáum hérna, hann Sigurþór Guðmundsson, hann ætlar að fjalla Vegagerð og varnargarða. Gjörðu svo vel, Sigurþór. Já, takk fyrir. Ég var nú að taka fram að það eru miklu skemmtilegri fyrirlestrar á eftir. Sko. Það er Jón Haukur verður með einn alveg rosalega flottan og Valgarður verður líka með alveg rosalega flottan. Sko. Þannig að þið skulle bara slaka á núna. Þetta verður svona mjög rólegt. Já, hérna sjáum við dæmi það sem búið að skoða mikið í þessu ferli að það er svona hraunflæði líkan
Og ég ætla nú bara að byrja á því það á fyrstu glæru að sýna ykkur það. Þetta sem sagt hraunflæði líkan að Reykjanesbraut. Og þetta telst nú víst frekar ólíklegt að gerist allavega í þessum atburðum núna. En vildi nú hafa hana hérna með. Byrja aðeins á þessari að þetta svona bara skematisk mynd af varnargarði og svo hérna svona rás fyrir framannan eða við myndum kalla þetta hraunmegin, það ekki, Jón Haukur? Og þetta svona þessi aðferð sem við komum á að vinna eftir að það er gríðarlegt magn af efni sem hefur farið í hérna varnargarða og það væri mjög kostnaðarsamt það hefði verið mjög kostnaðarsamt að keyra allt efni þannig að það er ýtt svona upp. Og svo held ég meira að segja að þessar rásir sem við hérna settum fyrir framan þessa garða hafi reynst ágætlega fyrir varnir, ekki fyrir vegi, tekað fram. Hérna flæði náttúrulega hraun eftir þessu, þetta hjálpa til við varnargarðinn og hann stendur sér betur. Nú, rétt að bregða hérna upp að það er svona álit hættustig og skemmdir á vegum og annað slíkt og svona umfjöllun hvað ég að segja endurnýjun vegakerfisins sem náttúrulega má segja það að það er ef við hefðum ekki vegakerfi þá væri náttúrulega ekkert að vera í Grindavík og ekkert að vera í Svartsengi og ekkert að gerast í varnargörðum. Það er bara þannig. Þannig að vegakerfi er svona, hvað ég að segja, ég myndi ekki kalla það hjarta, en hérna, það er æðakerfi hjartans í þessum framkvæmdum. Nú, hérna er varnargarðurinn nálgast Grindavíkurveg og hérna í upphafi og þá byrjar ballið að hvað gerum við. Hér sjáum við mynd sem sýnir hérna, Grindavíkurveginn og hvernig varnargarðurinn fer yfir hann. Þá blasir við að það þarf að gera eitthvað. Það má ekki setja fyllingu yfir varnargarðinn vegna þess að þá myndum við hérna, vera með varnir fyrir hraunrennsli og það myndi stoppa hraunið á þessu og valda tjóni hugsanlega hérna ofar. Og umferðin þarf náttúrulega að komast þannig að þetta er ekki hérna auðvelt viðfangsefni að aðlaga varnargarða og vegi. Og hérna sjáum við hugmyndir af nýjum vegi og það er búið að vera dálítið mikil vinna í kringum þetta og mikil samvinna í það að finna út hvernig vegakerfið á að vera og ekki bara akkurat þó við séum alltaf í neyðaratburðum og þá erum við alltaf að horfa líka á framtíðina. Geta þessi vegi sem við setjum upp og búum til, geta þið þjónað áfram í framtíðinni. Og hér er sýnt Bláalónsvegur utan við garða og meðal annars ástæðan fyrir því að vegurinn er settur svona er til þess að loka skörðum í varnargarðinum sem annars þyrfti að vera opinn, að lágmarka skörð í varnargörðum til þess að viðbragðstíminn verði fljótur og geta lokað þegar alvarlegir atburðir gerast. Og þessi vegur er horfinn. Hér erum við aðeins að horfa á hérna, Grindavíkurveg og Bláalónsveg norðan við Svartsengi og hérna eru ýmsar útfærslur sem er búið að vera að hugsa og vinna með og þær hafa allavega 2 ef ég maður rétt tapast á þessum útfærslum. En núna er í gangi hjá okkur hérna, vegur sem fer í boga að varnargarðinum og inn í gegnum hann og svona hugmyndin er svo að skjóta görðum þannig að
hraun renni áfram niður eftir, hindrunarlaust, fari yfir veginn. Hann hafður lágur í landinu til þess að vera ekki hindrun, og þetta lágmarkar sem sagt allt viðbragð hjá okkur þegar að atburður gerist. En þið sjáu það að það eru ýmsar pælingar sem eru búin að vera í kringu þetta. Norðurljósavegurinn sem sýndur hérna norðan við Varnargarðinn tapaðist í síðasta gósi. Og það sem meira að það tapaðist bílastæði fyrir Bláalóni og tilgangur vegarins var kannski svona orðinn vafasamur eftir að það gerðist. Bláalóni færði sem sagt að færa bílastæðin inn fyrir Varnargarða. Og út af því, og þá þarf náttúrulega að útbúa nýjan veg og aðlaga til þess að þjóna þeirri umferð. Og hérna sjáum við veg sem var byggður að hluta til í fyrri atburðum til þess að komast að þessu svæði. En núna þetta sem sagt orðin aðal leiðin inn að Bláalóni og inn að hótelunum sem eru þarna, Northern Lights og hótelum Bláalónsins. Þarna náttúrulega verið að reyna að hugsa alltaf til framtíðar í þessum verkefnum. Þið sjáu líka að það sem að Varnargarður og Grindavíkurvegur fer í gegn, að þá hann svona skáskotið, það tekin sveigur á hann og þetta til þess að varna því og það hækkun í honum líka og þetta til þess að geta verið með lágmarksviðbúnað þegar að hraun byrjar að renna á þessu svæði. Og þetta sem sagt, hérna líka sjáiði dæmi breyting á vegum sem var ákveðið að fara í til þess að koma Grindavíkurvegi við Grindavík í gegnum Varnargarðana. Hvítu línurnar eru Varnargarðarnir og það sem sagt verið að búa til op fyrir það og svo taka sveig á Grindavíkurveginn til þess að lenda honum inn á milli garðana. Það var svo breytt aðeins útfærslun á Varnargarðunum líka í samræmingi og við töpuðum Grindavíkurvegi allavega tvisvar en við endurbyggðum hann aftur og hann við endurbyggðu svona til þess að horfa til framtíðar. Hérna sést þetta aðeins betur hvernig þetta orðið og þið sjáu líka vinstra megin að þar vegur sem að fjarskiptastöðinni fyrir NATO sem þurfti að endurbyggja líka á hana en þetta sem sagt búið að vera mikil verkefni. Rétt að benda á það að Vegagerðin sem sagt verkeigandi framkvæmda við Varnargarða en verkstjórn á staðnum Verkís og Efla og þannig að þessar framkvæmdir fara í gegnum Vegagerðina. Já, þetta sem sagt dæmi Grindavíkurveginn og það líka verið að horfa á fleiri vegi þarna í þessu samhengi. Þetta náttúrulega mikið samvinnuverkefni að koma þessu öllu saman, varnargörðum og vegum og horfa til framtíðar. Og það hálf skrítið að þurfa að vera að horfa til framtíðar þegar maður að tapa vegum, en það nú bara þannig að það þarf að gera það. Því að ef þetta hættir og þegar þetta hættir, og þá verðum við að reyna að hafa starfhæft vegakerfi. Þessi vegir eru hannaðir sem sagt en ekki búið að ljúka þeim. Þetta eru vegir sem eru bráðabirgðavegir ennþá, þannig séð, og þegar ég segi bráðabirgðavegir þá það aðalega út af því að við höfum eftir að setja efstu lög vegarins inn. Jón Haukur kemur nú betur inn á hvernig þessi vegir líka þjóna
sem sagt varnargarðar aðgerðunum og það mjög mikilvægt að horfa til þess að það eru námur og annað á svæðinu sem að vera að nota og ef við höfum ekki þessa vegi þá gætum við ekki byggt varnargarðana. Hérna erum við að horfa á Nesveginn og hér sjáum við hvernig græna línan fer inn á milli varnargarða og þarna hækkun í veginum eða akkurat það sem að fara inn í til þess að koma í veg fyrir að hraun renni þarna inn á milli garða. En eitt af þessu sem mjög mikilvægt í þessu að halda vegunum í lágum til þess að þeir hindri ekki hraunflæðið þegar það verður. Og enn og aftur hálfskrítið með við það. En við erum ekki vön að gera það þannig, sko. Við byggjum varnargarða til þess að verja vegi en ekki til þess að tapa þeim. En þetta sem sagt Nesvegur sem náttúrulega mjög mikilvægur og hérna í verstu atburðum sem við lendum í þá vorum við bara með einn veg eftir sem var Suðurstrandavegur. Það var eini vegurinn sem var fær inn til Grindavíkur. Þannig að það veitir nú ekkert af þessum leiðum. Nú, hérna erum við komin austur fyrir Grindavík, það að segja hérna að Hrauni og þarna erum við með varnargarða sem heita L12 og L13. En svo hérna pínu lítill garður þarna, hvað þetta, L16 eða ekki? Jú, L16 þarna. Og sem dæmi það, þá þurftum við að færa Suðurstrandarveginn til þess að koma honum fyrir. Og þið sjáu líka að L12 og L13 hérna fyrir ofan að þarna skarð í honum fyrir hugaðan Suðurstrandarveg sem við erum búin að hanna að hluta til allavega sem á að liggja fyrir ofan Grindavík. Og þar erum við að horfa til þess að Suðurstrandarvegurinn sé frýr frá umferð inn í Grindavík og það þurfi ekki að hleypa til dæmis í ástandi sem við erum í hættu hugsanlega með Reykjanesbrautina eða eitthvað svipað að þá verði vegurinn sem sagt utan við þéttbýlið. Þurfum ekki að taka alla umferð þar í gegn. En síðan gerðist það að það kom gos og það þurfti að byggja L12B og hann fer yfir eins og staðan núna, þá var hann settur yfir vegna þess að vegurinn ekki kominn, þá var hann bara settur áfram hérna yfir veglínuna. Og hérna sjáum við sem sagt mynd af Suðurstrandarveginum með hugsanlegum línum, þar sem við erum búin að horfa á Grindavíkurveginn sem þarna lengst til vinstri og hvernig við komum þessum vegum saman, Suðurstrandarvegi og Grindavíkurvegi, hérna ofan við Grindavík. Og það nú búið að vera að skoða ýmsar gatnamótalausnir þar líka. En hérna þetta svona þessi verkefni sem að hafa brunnið á fólki hérna innan hús náttúrulega, fyrir utan það að halda utan verkefni sem slíkt, bæði hérna fjárhagslega og hérna svona stjórnulega. Ég held að svona, þetta sé svona þokkaleg yfirferð á þessu og alltaf að láta þetta duga og hérna þetta síðasta glæran hjá mér. Takk fyrir. Takk fyrir. Nú ætlum við að skipta hérna glærur fyrir svo að Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu, geti flutt sitt erindi. Gjörðu svo vel, Jón Haukur. Tæknin bara virkar. Já, takk fyrir. Skulum ekkert vera hérna, búið að kynna hlutina ágætlega fyrirfram og þannig að við skulum ekkert vera að dvelja við þetta. Tíminn takmarkaður og töluvert efni að fara yfir. Þannig að við skulum bara dengja okkur í þetta. Kannski eitt sem ágætt að bara byrja á hérna aðeins á byrjuninni og hvaðan þetta kemur allt saman, þekkingin og bara svona hugmyndafræðin og í þessu sem við erum að gera.
Þannig að við skulum bara byrja hérna fyrir akkurat 4 árum, eins og Bergþóra kom inn á, pluss 1 dagur, það var 4 ára afmæli í gær. Þetta byrjar allt þarna með miklum skjálftahrinu í kringum Svartsengi, Þorbjörn og síðan færist það yfir Fagradalsfjall á 2019-2020. Og síðan fer þetta að verða svona ákafara eftir því sem það byrjar hérna 21 og þá settur saman þarna í febrúar nefnilega áður en að byrjar að gjósa þessi hópur varnir mikilvægra innviða sem svona samsettur af verkfræðingum og vísindamönnum, annars vegar svona greiningaverkefni, bara hvað erum við með á skaganum sem útsett, á þessum tíma ekkert vitað hvar þetta að fara að koma upp. Þetta svæðið sem við erum myndir eða horfið þarna á myndina þarna niðri, nær í sjálfu sér frá eldvörpum og yfir í Fagradalsfjall. Þannig að það ansi mikið undir, mikil óvissa og þannig að þetta byrjar á greiningavinnu, bara skilja hraunin, stærðir, magn, tíðni, allir þessi parametrar sem þarf til að greina þetta. Nú síðan byrjar þetta þarna í 19. mars og þetta verður bara þetta krútlega túristagos sem þið þekkið ágætlega. Það náttúrulega COVID þarna líka, þannig að ágætt að ef maður skildi vera búin að glemma því. Þannig að þetta var svona braut upp gráma heimafunda að einhverju leyti fyrir ákveðna prósentu þjóðarinnar sem að eiginlega kom hérna að mestu leyti held ég fyrstu mánuðina. En í þessu verkefni alls byggðir 5 varnargarðar í tilraunaskyni. Byrjaði upp í Geldingadölum og síðan í júní að þá byggjum við fyrsta svona alvöru leiðigarði sem sagt fyrir neðan Stórhól. Og þar tekst sem sagt að við sjáum myndir hann að hægra megin, þarna í raun og veru tekst að raun og veru bara grípa hraunið því að þetta bara varla búið að koma tækjunum á staðinn þegar hraunið kemur. Og það eiginlega bara svona verið svona eins og þegar mjólk svona sullast á borð og svo hefur verið að grípa svona undir og svona þannig að það hrynji nú ekki allt í gólfið. Þetta eiginlega bara þannig að það bara farið með vélarnar þarna svona þessu mjakað þarna niður og tekst að stýra þessu sem sagt í raun og veru lifandi hraunstraumi án þess að væri komin einhver eiginlegu garður í forveginn. Og þetta var alveg gríðarlega mikilvæg reynsla sem að þarna skapaðist. Hins vegar kom svona leiðandi kúla á garðinn, það var frekar óheppilegt. Þannig að við leiðréttum kúluna 3 dögum seinna. Þar með kemur fyrsta reynslan á því að fara með þessi þungu tæki út á ný hraun. Og þarna sjáum við í nýjuna, hún komin út á hraunið, 30 daga gamalt og og erum svona að máta okkur við þetta, hvernig þetta lítur út og fungerar og svona læra á þetta. Og það verður bara, það gerist eiginlega ekki neitt sko. Það bara ýtan stendur á þessu og hún reynir að rembast við að rippa þetta upp, hreyfir eiginlega ekki neitt nema bara toppkargan og hreyfir ekki þennan þétta hluta hraunsins af því að hraun sem heitt bara einn gegnheill massi. Sprungur í hraunum eru kólnunarsprungur, þannig að það springur ekki hraunið fyrir en það kólnar alveg fullkomlega. Þegar þetta í þessum nokkur 100 gráðu hita þá þetta bara ein heil massív kaka og það alveg sama þó það fari síðan 11 sem 115 tonn og reyna að rippa þetta, það hreyfa þetta varla heldur. Þannig að þarna lærum við nú töluvert til því og það sem við eiginlega komumst að eiginlega mesta vandamálið eiginlega öfugt við það sem kannski flestir halda fyrirfram að það sé eitthvað annað og voðalegra sem kann að eiga sér stað, það eiginlega gufa og ryk. Það eiginlega vandamálið. Bæði náttúrulega gufan þegar bara rigning eða úrkoma og svo þetta heitt og hver skipti sem hreyfir eitthvað þá rýkur þetta upp og þetta náttúrulega byrgir mönnum sýn, hleðst á rúðurnar og eiginlega það sem hættulegast í þessu lokar á filterana í vélunum. Þannig að það að haga svona allir vinnunni miðað við þessa parametra. Nú síðan spólum við nú bara hratt fram í tíman sem sagt að líða árin og COVID kláraðast og svo koma eldgos 22 og 23 og koma gróðureldar og allskyns vandamál. Svo kemur þetta mikla kvikulaup sem sagt 10. nóvember, bærinn rýmdur og það byrjað á varnargörðum samhliða upp í Svartsengi og
og síðan í raun og veru kemur þá skipun þannig þá 2. janúar að byrja á L7 norðan við Grindavík og kemur þarna gos í desember sem að gerir í raun og veru ekki neitt annað en að kannski svona svolítið bara vekja svona alla hlutaðeigandi til svona fullrar meðvitundar það að þetta sé bara raunveruleikinn og þetta sé að gerast og það þurfi þá alveg að taka þau mál mjög föstum tökum og það búið að leggja út þarna grunnlínuna á L7 og svona á sunnudagsmorgni lítur þetta nú ekki vel út, allar vélarnar standa upp á garðinum og svona ákveðin saga kringum það en þarna rennur hraunið, garðurinn stýrir hrauninu bara mjög vel og það náttúrulega vandamál við að loka einmitt gatinu á Grindavíkurveginum sem ekki í gangi á þessum myndum hana og það skemmist þarna hitaveitan og vatnsveitan og það rafstrengirnir og fjarskiptin til bæjarins það fer allt forgörðum og eðlilega fyrsta svona stóra lokunin á vegakerfinu í framhaldinu. Þannig að það þá bara Nesvegurinn og Suðurstrandarvegurinn síðan var náttúrulega hægt að þetta var nú ekkert ýkja mikið hraun það var að koma þá norðurljósaveginn inn í bæinn, svona lítur þetta út. Og þarna förum við þá að föndra við það, náman okkar sem þá Melhólsnáma sem þarna undir Hagafellinu, hún þá afklippt frá svæðinu og það eru mikil vandræði fólgin í því, einhvers staðar verður að fá efni því ef við höfum ekki leiðir og höfum ekki efni þá getum við ekki gert neitt. En ef við höfum leiðir og efni þá alveg hægt að gera töluvert mikið. Þetta eru bara algjörlega grunnforsendur í því að sé hægt að verja þessa tugi milljarða sem sem íslenska þjóðin á þessu svæði, Svartsengi og Grindavík. Þarna gerum við þá fyrsta hraunveginn sem þá eiginlegur hraunvegur sem þá námuslóðin yfir hraunið til þess að tengja Melhólsnámuna við L7 og halda áfram að vinna á garðinum. Svona 150 metra vegur og hann gerður þarna svona cirka viku eftir að hraunið rann. Það aftur bara sú reynsla sem við höfðum þá verið að föndra við þarna 21 sem við svona sækjum í og vinnum okkur svona rólega inn í þessa stöðu, þú veist hvernig þetta að hegða sér og hvað að gerast og þetta gekk bara algjörlega vandræðalaust. Nú, svo kemur þarna stóri skellurinn í febrúar, það þá næsti passi og þá kemur svona miklu svona aggressívara og stærra áhlaup heldur en þetta gosið þarna í janúar mjög lítið í öllum skilningi. Þarna erum við að sjá svona alvöru hraða 600-700 metra á klukkustund sem þetta alveg þeytist þarna niður, fylgir bara farveginn og milli gígharinnar og svo hraunina í kringum Blálónið, þetta fylgir mjög afmörkuðum farvegi, nær þar alveg þessum hraða og þá náttúrulega komið þarna bara niður á veg fljótlega og Grindavíkurvegurinn tapast og stór hluti af norðurljósaveginum eða inn að Blálóninu tapast. Og síðan þá kannski stóra málið akkúrat á þessum tímapunkti að Njarðvíkuræðin fer í sundur og það heitavátslaust á Suðurnesjum í febrúar. Það bara ferleg staða, þarna 30.000 manns, ekki með heitt vatn og öll þau heimili sem þar undir og síðan bara fjárhagslegu hagsmunirnir af því að svona, hvað maður að segja, svona keðjuverkandi bilanir og fjárhagslegar afleiðingar sem geta verið að því fyrir utan bara óþægindin fyrir íbúana. Þannig að Grindavíkurvegurinn þarna uppi og svo Njarðvíkuræðin, þetta mynd sem tekin þarna daginn eftir. Og norðurljósavegurinn bara allur þarna meira og minna þakinn hrauni og svo sjáum við þarna myndinni þarna vestast og náttúrulega augljóst að þyrfti að tengja þessi vinnusvæði saman, þannig að strax bara leiðið og hraunstraumurinn hegði á sér. Þá var gerð þarna vinnuleið vestur fyrir til þess að bara koma, annars var bara klukkutíma ferðalag endan á milli, þannig að ef skiptileikillinn glemdist þá var helviti langt að sækja hann Þannig að þetta tengja þessi vinnusvæði með einhverjum hætti og það var svona fyrsti forgangur og fyrsti forgangurinn þarna var augljóslega Njarðvíkuræðin, þar voru stóru hagsmunirnir undir og það svona löng saga stutt og mikið af samskiptum og svona erfiðir tímsfundir og margt fleira en á laugardeginum, þetta gerist á 5. morgni fyrir sundur, laugardags eftir hádegi erum við búin að keyra fyrstu jarðýtuna yfir hraunið. 50 tíma seinna búið að fara fyrstu ferð yfir, hraunið mest 7 metra þykkt þarna,
augljóslega þynnra til hliðana það sem er komið upp úr og það er náttúrulega byrjað á þunnu svæðunum svona til að finna hvernig þetta lætur og skilja svona hvernig þetta er að hegða sér. Hraunið á þessum stað var rosalega svona passlegt, bara svona eiginlega bara flotað í þetta, engin svona hæðamunur innbyrðis, svona passlegur kargi líka ofan á hrauninu, kargin loftar sig, þannig að með því að hann er þá jafnaður út úr tróðin að þá er ákveðin loftun þar í gangi, þannig að það kólnar þá hratt alveg efst að yfirborðið, en svo er þetta náttúrulega bara ennþá í fullum hita á svona meterstýpi og maður sér alveg í rautt niður þetta allt saman, en það þarf að skilja þessa eiginleika sko á skorpunni og svo fljótandi massanum til þess að bara geta unnið í þessu umhverfi. Þannig að fyrsta jarðýtan fer yfir og það er bara farið á léttri bara svona mýrarítu í raun og veru, breiðbelta 6 og þetta gengur bara alveg þrummu vel, við erum eitthvað 1,5 tíma að slétta úr þarna beis og svo er bara byrjað að keyra út veg í kjölfarið. Þannig að, og svo er bara pípan dregin yfir og og það er búið að tengja þarna sundinu. Nú, framhaldinu þá var kannski eðlilegra að fara að skoða þá einmitt sjálfan veginn. Það var svona bara byrjað á að gera vinnuslóð, það þurfti náttúrulega að koma efni og tækjum þarna á milli með einhverjum ráðum. Og svo svona eftir að svona kemst svona aukið sjálfstraust í málið og skilningur og það alltaf þá í raun og veru bara á endanum dregin þá fylling yfir, fláarnir jafnaðir og það er svona sæst á það að þetta sé bara alveg notaður vegur. Hann er þá 300 metra langur og hann er þá opnaður eftir 6 daga og þetta er frekar einföld vegagerð, það er í raun og veru bara verið að fylla og leggja út burðarlag en umhverfið er sléttað. Svo hann tapast þess að aftur, þetta er þá, hérna sjáum við Lafarút 1 og svo er þá næsti í mars, hann er tekinn þá aðeins til hliðar við þetta, aftur eins og Sigurþór var að segja, viljum ekki byggja vegina upp í hraunið, viljum að það renni af þeim eða þá að þessi svona hliðsettir og þetta opnaði eftir viku og þarna skemmtist þá ekki neitt annað heldur en þessi vegur. Nú, samhliða þessu fórum við eiginlega strax í hitamælingar á vegunum, gerðum við nú 2 svona mælasett á Grindavíkurveginum og svo niður á Hraunbrautinni líka og þar meðal í seinna skiptið prófuðum við að setja svona loftunarrör. Þarna sjáum við þennan hita, þar sem að í raun og veru, þetta er hitin sem að myndast í þessum vegfyllingum. Í raun og veru yfirborðið er kalt, þess að efstu bara 5 eða 10 cm, síðan er bara jafn hiti í gegnum fyllinguna. Fyllingin er í 100 gráðum meðan að vera að sjóða rakan í burtu. Eftir það er þetta komið í svona þermalrunnavi ástand sem við þekkjum ágætlega úr jarðstrengjaumhverfinu og þá þarf hitinn að leiðast bara kollinn sjálf og þá rýkur hann upp og nær þessu en síðan svona gengur þetta rólega niður. Sjáum við að mesti hitinn þarna við sjálft hraunið er 500-600 gráður, aðeins lægri upp í sjálfri fyllingunni. Svo sjáum við neðri þarna appelsínugulu línurnar, það er áhrifin af loftunarrörunum. Þannig að loftunarrörin höfðu hitalækkandi áhrif, þannig að það er, ef við ætlum að hugsa þetta eitthvað inn í sem einhverja framtíðarlausnir, þá allavega er það einhver lærdómur. Hérna sjáum við síðan í raun og veru sniðin yfir, í raun og veru gula línan er þá febrúarhraunið, græna línan er vegurinn fyrsti og svo rauði næsta hraun. Og svona lítur þetta út á Hraunbrautinni og þarna var sett einangrun og jarðstrengur og svona ýmsir aðrir hlutir. Þetta er svona svipuð hitagröf, sjáum við að þetta tikkar nú svolítið þarna neðri línundar sérstaklega og það eru beinlínis áhrif á úrkomu sem að kæla þá í efsta partinn. Og aftur spólum hratt, svo erum við komið fram í nóvember og þá sjáum við efri myndina, það er svona eins og þetta var og svo neðri myndin, það er þarna stuttu síðar. Og þá er allt farið bílastæðið, það er komið þarna mjög þykkt hraun og við erum búin að missa þá Norðurljósaveginn. Við erum byrjuð á þess að undirbúa að komast yfir sjálfa Grindavíkurveginn, sjáum við þarna svona brúna línu þarna hluta. En þetta var í raun og veru rosalega alvarlegur atburður, þetta tiltekna hraun og ógnaði þessu mjög mikið. Það fer þarna línan. Veginni fara allir og þetta fór þá mjög nálægt þessum innviðum öllum. Aftur endurreisnin, það er búið að koma línunni á viku síðar, 29. nóvember, það er búið að ná að gera bakdyraleið inn að Bláa lóninu 4 og það er þá opnað með rútufyrirkomulagi
Nú á sama tíma erum við að nota allt vegakerfið undir búkollunar, við erum með eitthvað 25 flutningstæki í að byggja varnargarðana, þannig að við leggjum undir okkur vegakerfið en skilum því þá aftur 14. desember og förum í einbeitt okkar að gera vinnuleiðir og svo allar vinnuleiðirna komnar á 21. Og svo þá mikil hækkun á 1, 2, 3, 4 í gangi þarna rest af desember og janúar koma þeim sem sagt í stand fyrir næsta atburð. Og ef við tökum þetta þá svona aðeins saman, það er búið að gera Grindavíkurveg Norðavík-Svartsengi 4 sinnum, það er búið að gera Grindavíkurveg milli Norðavík-Grindavík 2 sinnum, en það er bara búið að gera Nesveg 1 sinni. Í heildina er búið að byggja hérna 38 km af vegum. Og þetta eru náttúrulega miklu leyti þar að veru það sem myndi segja svona formlegir vegir, tæplega 12 km. Og þar að veru 5,1 km á nýju hrauni. Vinnuvegir eru 26 km og tæplega 4 þá á hraunum og þessi vinnuvegir eru lengir, þetta engar svona krútslóðir, þetta eru búkolluvegir 12 metra breiðir. Þannig að þetta er rosalega mikil vegagerð sem hefur verið gerð í þessu verkefni og samtals eru þá vegir á nýjum hraunum núna orðnir rétt tæplega 9 km. Þannig að þetta er töluvert mikið og síðan svona ef við bara tökum örf og orð að svona handbókin stýringu hrauna og vegagerðarhraunum, það á eftir að skrifa hana og það þýðir voða lítið að leita að einhvern gögnum það. Það er hins vegar dæmi og reynsla ef við bara förum í gömlu jarðfræðingana, lesið ævisögu Sigurðar Þórarinssonar, veltið fyrir ykkur hvað þessi menn voru að gera og erlendis frá, þannig að það er alveg að taka úr þessum heimi fullt af hlutum sem verða að gagni að skilja hvað við erum fara að eiga við. Reynslan 21 var alveg rosalega mikilvæg í að bara skilja og fá svona bara sjálfstraust í það bara hvað við erum að gera. Síðan það þarf að prófa til að læra. Þetta er algjörlega nýtt og uník fyrir alla sem koma að málinu og það þarf einfaldlega bara að fá að prófa hlutina. Og það þarf að eyða gríðarlega miklum tíma á staðnum og í þessu öllu saman. Það er ekki hægt að vinna þetta fjarskanum. Til þess að skilja og bara meðtaka hvað er að gerast, skilja þessa möguleika sem er í boði og síðan bara ekki síst takmarkanir. Hvað er hægt að gera og hvað er ekki hægt að gera. Þetta er alveg það skiptir bara alveg gríðarlega miklu máli. Síðan erum við nú með einhver nokkur góð orð sem eru svona tæknilegs eðlis en á endanum er þetta kannski í raun og veru vökvafræðin mætir jarðtækninni, við erum með fljótandi massa sem er með skorpu og hvort ræður í parametrónum en á endanum er þetta samt bara þungur og seigur vökvi með skorpu. Þetta er vökvi með eðlisþyngd rétt undir 3, þetta er ekki vatn þannig að þegar þú leggur eitthvað hlut út á þetta þá sekkur hann ekki Þetta er þannig að bara leið þú staldrar þessu og áttar því að þetta er bara eitthvað vökvi með rúmþyngd 3, já ok, þá kannski bara hef ég engar áhyggjur af því að eitthvað sem er rúmþyngd 2 sökk onni í þetta. Þannig að bara svona einföld atriði skipta gríðarlega miklu máli. Heyrðu, hvað var í marga mínútur fram í þér? Ekki neitt. Ekki neitt? Bara akkurat að þetta. Takk kærlega fyrir Jón Haukur. Þetta er eins og Berþóra sagði, það eru 4 ár síðan fyrsta gosið var en mann finnst það að vera miklu lengur og maður er algjörlega búin að rugla saman hvað gerist hvenær og hvaða gos kom og hvaða afleiðingar það hafði. Þannig að það var mjög góð samantekt. Takk fyrir. Þá færum við okkur yfir í að reka veg og nú þarf ég að finna hvert við erum komin. Já. Hér hérna? Já, var þetta svona stutt? Heyrðu. Heyrðu, næst er... Svona með tröflaðins? Já. Það er bíl lagt þetta fyrir hliði hérna vestáður. Grænt Volkswagen, fólksbíl. Grænt Volkswagen, fólksbíl. Þarf að færa bílinn. Er þetta með númerið? Nei. Það er rokið að stað hér. Lásin á honum er inn, út. Inn, út. Heyrðu, næst er það Valgarður Guðmundsson, hann er sérfræðingur á Suðursvæði og hann hefur nú aldeilis verið mikið viðriðinn þetta svæði, búin að vera þar mikið. Þannig að við gefum honum orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl.
Já, við höfum eitthvað aðeins verið þarna suður frá eins og gefur að skilja og já, þetta ótrúlegt að séu bara komin 4 ára af gosum en þetta var nú byrjað fyrr að hristast og skjálfa og þá vorum við náttúrulega komin á tærnar og farin að fylgjast með. En þetta svona fyrsti stóri atburðurinn sem að Vegagerðin fékk eiginlega áskorun að það var þegar vegfláin í Festafjalli skreið niður og olli því að á seinni tíma að við þurftum jú að flytja veginn. En að þessu öllu saman sögðu að þá náttúrulega erum við búin að vera í samstarfi við almannavarnir á þessum árum öllum. Og þetta orðið svona voðalega rútinerað og þægilegt í dag en þetta var mikil breyting í upphafi sem við þurftum að takast á við. En þarna losnaði vegfláinn að því að hann var of laus í sér og ekki nógu þéttur og ekki nógu stabíll og ásamt því að þetta nú svolítið dramatískt sko. Og þegar þetta var komið í 30-40 cm sko, þá vorum við ekki alveg svona ekki til í að gúttera öryggið. En þetta hefur verið mikil áskorun og það engin launung að þetta náttúrulega talsvert miklar áskoranir sem við þurfum að takast á við á svæðinu. Af því að ekki þetta bara vegir í dreifbýli heldur einnig eins og í gegnum Grindavík sem við eigum og rekum og þá hefur nú verið í þessu öllu saman og þá hefur þetta verið náttúrulega mikið samanhald utan skráningu á hvar eru skemmdirnar, hvers eðlis og einhverja veitur og oftar en ekki að þá höfum við nú lent í pínu skrifræði í kringum að fá alla veitu eigendur til að koma að viðgerðum. Þannig að allt hefur þetta líka tíma og á þessum tíma þá hefur atburðurinn bara jafnvel stækkað. En blessunarlega hefur ekki verið mikil breyting á síðasta ári á þessu þó alltaf sé ykkur smávægileg hreyfing svona hér og þar á þessu svæði okkar. En ég kem aðeins inn á það núna eftir hvernig við höfum nú staðið að þeim viðgerðum og uppbyggingu. En þetta var nú mjög dramatísk þessi sprunga þarna fyrir utan kirkjuna á austurveginum okkar og það var ákveðin svona místík í frostillunni þegar gufan steig upp. Það svona, menn voru ekki að það vissir hvað þetta var í upphafi en blessunarlega þá var þetta nú að megninu til heitt vatn. En þarna eru allar okkar veitur sem að liggja þarna eru rafstrengir, það eru vatnsveita, heitt og kalt vatn, það skólp og það eru fjarskiptastrengir. Þannig að þetta þarf allt saman að púslast saman og í einhverri réttri röð svo allt megi nú ganga blessunarlega. Og við vorum strax í upphafi mjög rík af því að hafa gott samband við góða verktaka á svæðinu. Nú 10. nóvember 2023 við erum einhver sem munum mann kannski betur en einhver annar en þetta var svo þarna strax deginum eftir þá þessi mynd tekin og þá vorum við komnir hérna út á Nesveg og þá höfðum við heyrt það að það væri einhver hola hérna í öxlinni en þess má nú geta að þetta svo sem vestasti eða vestur parturinn á þessum Sigdal sem þarna var að myndast. Og já, þetta var ekkert auðvelt neitt í þessu. En allt kemur þetta nú með kalda vatninu og stóískri ró og góðum mannskap. Og fyrst að þá var þetta náttúrulega, vorum við að fara svæðið og skrá og merkja. Nú, svo þurftum við þurftum jú að hugsa aðeins út fyrir boxið þarna á ákveðnum tíma vegna þess að þegar á austurveginum fór að síga og það kom fyrst nú bara pínu stallur á austurvegin á þessum staði en þetta nú, ef þið skoðuð á sprungusjánni að þá heitir þetta Hópsprungan sem liggur þarna í gegnum íþróttahúsið Hópið og kemur síðan þarna í gegnum austurvegin. Þarna vorum við komnir í bölvað með hvaða trygga hætti við getum verið að
halda vegum opnum í það minnsta fyrir viðbragðsaðila sem voru jú við vinnu á svæðinu. Þannig að þá var farið í mýrarvinnuna og dregið á flot að reisa bara með einföldum hætti brú sem að myndi nú þola svona, já, allavega 50 tonn í neyðinni og við eigum fletin ennþá, þau eru á svæðinu, það hefur það ekki ágjur. En þarna gátum við bjargað okkur í nokkra mánuði með áður en að fullnægjandi viðgerð fór fram á þessum stað. Nú, viðgerðir og við erum nokkrir þarna sem sitjum í þessu ágæta teymi, framkvæmdateymi Grindavíkurnefndar og höfum verið að berjast við viðgerðir á svæðinu. Þá er þetta gróft og fljótlega sagt frá að þá setjum við eins gróft ofan í sprungurnar neðarlega eins og við getum og svo í rauninni byggjum við upp með svo fínna efni þegar komið ofar. Af því að við viljum jú sjá ef það kemur ykkur aflögun eða hreyfing á viðgerðina svo við getum þá fylgst með hvað að eiga sér stað og við viljum hafa þetta svolítið, já, að þetta geti hreyfst. Við viljum ekki eins og ef við myndum nú setja bara járnplötu yfir sem væri síðan bara fest, að þá myndi hún nú líklega á einhverjum tímapunkti gefa sig. Þannig að við viljum frekar sjá þetta. Þannig að við erum að nota jarðvegsdúka og við erum að nota svokallaðan geogriddúk sem er svona ákveðin styrkur. Og oftar en ekki að þá erum við síðan, eins og þarna að þá setjum við aftur jarðvegsdúk örlítið ofar og þarna beint undir lögninni. Þannig að við erum að styrkja bæði veitu og vegakerfi. Og svo náttúrulega erum við að mæla með, eða flogið með lítar, af því að lítarinn gefur okkur sko millimetra mál á ef við sjáum ykkur og getum metið þá hreyfingar út frá því. Nú, þetta er búið að vera barátta við, já, ef að segja endurtekið efnið, það er að merkja vegi, leggja vegi, merkja vegi. Svo að það sé nú bara sagt og eins og Sigurþór kom svo sem inn á áðan að þá eru þetta nánast bráðabirgðavegir sem við höfum lagt á svæðinu í okkar vegakerfi og þar á leiðir að þá höfum við ekki viljað að hækka hraða meira en í 50 km/klst. Og það gefur líka auga leið að vegna öryggissvæða og við vitum ekki alveg og getum ekki borið ábyrgð á hversu, ef að hraðin væri meiri, hversu öryggissvæðið þyrfti að vera stórt hjá okkur. Þannig að við viljum frekar halda umferðinni á öruggum hraða og hafa vegi heldur en að vera með eitthvað skert. Þannig að ég held að við höfum bara staðið okkur alveg ágætlega í þessu öllu saman en vissulega er þetta fyrir marg. Nú, það hefur verið talsvert viðhald á þessum malarköflum okkar en vissulega hefur líka umferðin verið talsvert mikil og það náttúrulega við erum að kljást við sko fiskflutninga og frá Grindavík og fraktflutninga. Við erum einnig að náttúrulega öll þessi rútuumferð og umferð ökutækja í Bláa lónið. Ég man bara ekki alveg, ég er ekki alveg með töluna í kollinum, ég glemdi nú að setja hana þarna inn en það hefði verið fróðlegt að varpa því fram af því að umferðin er gríðarlega mikil og sérstaklega þegar lónið er opið. Nú, við höfum verið að berjast við þoku á okkar hraunkafla, sérstaklega á Grindavíkurveginum og þar hefur móðir náttúrulega náttúrulega ekki verið að hjálpa til með að hafa engan vind. Hverjum með dottið það í hug hvað getur nú verið mikið logn af það? Nei, ekki rétt upp hönd. En við höfum bæði í mikilli úrkomu vegna uppgufunar frá hrauninu og líka eins vegna snjókomu sem við höfum jú lent í. Þá hefur uppgufun frá snjó verið og var bara mjög svæsin hann á verða á annan sólarhring daginn eða fyrr í vetur og sitt sýndist nú hverjum hvað við gætum gert og hvað er svo hægt að gera í raun. En blessunarlega þá bræða nú ágætlega af sér þessir ágætu vegir okkar. Þannig að við erum með innbyggða hálkuvörn í þessu
En við getum hins vegar ekki notað bara venjulegan snjóruðningsbíl eins og við þekkjum nú flest hérna úr umferðinni vegna þess að tennurnar sem á þeim eru gerðar fyrir bundið slitlag og þannig erum við með malarkafla, þannig að við höfum jú verið að nota verktaka sem bara með stóreflis traktor með tönn til að létta á þegar þurft hefur. Það hefur blessunlega verið sjaldan. En eins og svo Jón Haukur kom inn á þá höfum við jú fengið 4 sinnum hraun yfir Grindavíkur norðan við Svartsengi, 2 sinnum sunnan við Svartsengi og 1 sinni við Nesveg og það svona var, óttalegt skítaskot sem að rétt rann yfir veginn og staðnæmdist nánast í vegöxl neðan við veg. Þannig að fyrst að það þurfti að gerast. En við hljótum nú að vera ánægð með að sko, þetta efni sem við notuðum sko, að það góð meðhólsnámi og við getum nú ekki annað sagt en að hún er nú helviti góð við okkur, hún er 100% sjálfbær. Hún er fulla efni aftur. Kannski ekki alveg hægt að nota það alveg á næstunni en við lítum á björtulega. Nú þetta er svona yfirlit af þessu helsta átakasvæði okkar. En það hefur svo sem verið komið inn á það áður. En þetta er síbreytilegu vettvangur með áskorunum á degi hverjum og við bara tökum því sem að höndum ber. Nú, við erum með vöktun á svæðinu og sérstaklega þegar við erum komin inn á sko hættustig og þetta er orðið svona farið að hylla undir atburð og þá vöktum við okkar viðkvæmustu bletti og okkar vegakerfi með okkar eigin búnaði. En að sjálfsögðu notum við náttúrulega allar myndavélar sem við komumst í en við höfum komið okkur upp 3 myndavélum og 2 af þessari ágætu gerð. Við fengum okkur bara svona ljósakerrur, tókum að í ljósamösterinn og hengdum á þetta tæknibúnað til að geta vakta vegina og fylgst með. Og getum brugðist mjög hratt við bæði að færa þetta þá ef atburðurinn er ekki á þeim stað sem við viljum sjá. Þá getum við flutt þetta til með mjög einföldum og fljótlegum hætti og gætum farið hvert á land sem er með þetta. Takk fyrir mig. Takk fyrir Valgarður. Það er náttúrulega gott að vera með menn sem eru í góðri æfingu við að setja upp skilti og taka niður skilti og setja upp skilti og færa skilti. En næst á mælendaskrá er Friðrik Þór Halldórsson, hann er á stoðdeild Vegagerðar og ætlar að segja frá mjög áhugaverðu verkefni sem að Vegagerðin tókst á hendur strax þegar jarðhræringarnar byrjuðu. Gjörðu svo vel, Friðrik. Já, góðan daginn. Sko við byrjuðum í raun og veru strax í nóvember að fara á Grindavíkurveginn og sjá hvað við gætum verið að gera. Og bara yfir höfuð sjá hvort þetta virki. Við höfum aldrei, þetta hefur ekki verið gert áður, athuga hvort við sjáum sprungur eða skemmdir í vegum eða hvað það holrými undir þeim. Þannig við byrjum að fara á Grindavíkurveginn og ég held að það verið eitthvað 28. nóvember, 23. Já, en til að byrja á byrjunni þá hvað er jarðsjá? Þetta er bara radar sem sendir niður merki og tekur það tilbaka og því sterkari sem endvarpið er, því betur sjáum við hvernig jarðlögin eru og hvort að ef það eru veikt þá fáum við lítið merki og svo getur verið svona skorpur sem eru þá kannski ofan á helli eða holrými eða járni og svoleiðis. Þetta er kóbrasjáin sem við notuðum í þessa fín skoðun sko, en hún þarf að labba með hana mikið, eða þú veist það verður að labba með hana. Því hún verður að snúa dekkjunum og vera eins nálægt jörðinu og hægt er. Ef við sjáum þá líka lagnir, við sjáum öll lög niður í svona malavegum og þú veist, út á landi þar sem er ekki beint niður á hraun eins og í Grindavík, þá verður við að sjá svona 6 metra niður. Ekki mikið meira það. En hún nýtist mjög vel í þessar fínskoðanir. Svo er það þessi stóra. Við byrjuðum með henni og það er hægt að setja hana á dróna, það er hægt að setja hana á snjósleða og buggy og kerru sem við alltaf verið að gera. En hún er líka
miklu sterkari og fer í gegnum þessi efri í lög. Þannig að við förum í gegnum hraunið og við sjáum þá ef það er stutt niður í mögulegt holrými eða einhverja aðra hluti þann undir, sko. Og svo aðeins hérna hvernig þetta lítur út í, já, þetta er Ránargatan. Þetta er í Kópurhúsánni og þetta er samt samansprungan og sitt hvorum megin við. Þú sjáu hérna sem gerir rautt þetta, það kemur svona sterkt endurvarp. Það er sem hann brúnin á sprungunni, hérna er von í sprungunni og hérna er hinum megin. Þannig að það sést alltaf bara í þessum gögnum hvar sprunga byrjar og við vorum að læra þetta rosalega mikið. Við ofmutum, eða þú veist, ég taldi verið alltaf mikið á stóra sprungur á sumstöðum í Grindavíkurveginum en það var sennilega búið út að það var hreyfður jarðvegur sem var að myndast og meðan við vorum að læra þetta þá vorum við oftúlka og læra bara betur á þetta af því þetta er nýtt fyrir okkur og þetta er svo sama svæði með hinni jarðsjálfni. Það er bara sama, það sést, það er brúnin á sprungunni er. Fyrir mér er þetta frekar augljóst, en fyrir svona flest alla aðra er þetta mjög óskýrt og enginn skilur þetta. En það er líka alltaf lag. Maður má vera öðruvísi. Svo er þetta á Grindavíkurveginum. Þetta er rétt fyrir ofan Svartsengi og er bendillega. Getur þú notað hérna úr í þessu hérna? Já, ok, já. Fyrir að vera hérna? Svona. Og leysipöllur. leysir. Ok, og hérna var búið að gera við veginn. Þetta er nýjasta einhversu viðgerumöl sem var sett í þetta. Og hérna sést sko laugin á uppbyggingun á veginum. Og hérna sést hvernig sko munstrið er öðruvísi. Þetta er dofnara, svona daufar allt. Og hérna er efnið búið að missa burð í byggingunni. Og það er út af þessum hérna sprungu sem er hérna í klöppin. Rauðalínan er samt klöpp. Og þá missir þetta bara allan burð og þá vorum við að fá þessi breytileikamerki í allu dótinu hjá okkur, sko. Og þetta erum við að reyna að túlka eins og við getum best gert. En svo fórum við í þessu holrýmisleit og við vissum ekkert almennilega hvað við vorum að gera. Af því við þorðum ekki að fara inn á svæðið almennilega að labba það, þannig að við vorum að fljúga þetta með þessu stærðarinnar dróna sem við keyptum. Og við fengum með til okkar sérfræðinga frá Hollandi sem smíðuðu dróna til að hjálpa okkur að koma á stað að fljúga drónanum og þeir gerðu ákveðnar uppfærslur á honum líka. En þá flugum við líka í gritti yfir þetta en eins og annað þá voru gallar við þetta að fljúga svona af því við erum með svo mikið af málmum og öllu sem truflar endurvarpið frá í jarðsjónum. Og við vorum að fá mjög brenglaða myndir átt, en við fengum átt bara smá vísbendingar sem við gátum að fara seinna með annað tæki og skoða. Við vorum líka lendi vandræðum með NATO-mastrið. Það einn daginn léta dróna lækka flugið bara upp á þurru. Hann fór bara síga og lendi, þannig að við vissum ekkert hvað var að gerast. En það voru bara truflanir og þess vegna var, þetta virkar að fljúga, en við þurfum líka að fljúga helst bara metra frá jörðinni og við erum þá með mjög nákvæmt landlíkan. Og það er ekki æskilegt þegar landið er að hreyfa svona mikið eins og er þarna. Annars er það bara að krassa og eða brotlenda mjög reglulega. En við lærðum mikið á þessu og virkar. En svo þegar voru komnir með vísbendingu eins og úr þessu, hvar var mögulegt holrými eða sprunga, þá þurfum við að labba þetta með kóbrissjónu og þetta er labb eftir mig í línu og þá þurfum við að labba þetta eins þétt og við getum til að fá hverja sneið, sko, til að sjá ef það er einhver hérna undir, þá er það hérna undir og hversu langt nær það. Og þetta er fyrir ofan Hólsbrautina, er það ekki Hólsbrungar hérna á það? Hérna var op og er op örugglega þá. Við vorum að sjá, það voru vísbendingar holrými við hliðin á sprungunni. Við vorum kannski ekki að sjá það, við vorum alltaf ekki að labba mikið yfir sprunguna, en það voru svona vísbendingar þetta, eins og
þetta sama svæði, þetta þessi hérna blettur sem sýnir mikinn breytileika í jarðstjórnmælingunum og þá sést þetta síðan svona í endanlegri úrvinnslu hjá mér sko. Þetta sami blettur hérna, stökki blettur, þetta er 3 ferðir. Þetta enduðum við að bora í og gátum þá staðfest í framhaldi af því að þetta þarna var bara skelon og svo ekkert í einhverja 3 metra. Og þetta var mikið að svona riðblettum, eins og að sjá á þessari hitamynd, svona riðblettir yfir alltaf í raun og veru bara öðru megin við sprunguna. Það var ekki eins mikið að sjá hérna megin við hana. Af hverju það var, en þegar við vorum að bora þetta, þá vorum við með krana sem þeir voru hengdir í strákanar og svo bara bakkað út og borað og vonað að besta. Og þetta bara akkurat á blettum sem var sko. Og svo voru byrjar að myndast hólur hér einn. Svo boruðum við líka hérna sem var líka þá. Já, stamphólgjáin, já. Já, það ekkert svona hoppaði yfir ránagötuna. Nei, það Herri, já, ég var ekkert með mjög langt erindi. Nei, það bara gott. Ég ætlaði að sýna þessi í tölvunni en svo bara var það eins flækjustig og svoleiðis, en við erum alltaf að læra á þessu og jarðstjarnar að koma mjög vel út ef við erum út í mörkinni, það sem ekki svona stutt niður á hraun, það við að sjá laugin bara mjög vel og boranirnar að tengjast mjög vel saman við þetta og þetta var mjög mikill kúrs á að læra á þetta. Við vorum með bara teymi hérna uppi sem ég og Sverrir vorum að skipuleggja þetta. Svo voru einhverjir út að mæla og svo kom Ísor inn í túlkanir á þessu sem tók svo eiginlega yfir allar túlkanir á þessum sprungum inn í bænum. Því við fjöruðum okkur bara aðeins út úr þessu því við vorum búin að vera í þessum flóttaleiðum okkar sem eru Grindavíkurvegur, Suðurstrætavegur og Nesvegur. Og já, svo fórum við bara að gera eitthvað annað og reyna að vera sem ekkert alltaf mikið þarna. Já, bara takk fyrir. Takk fyrir Friðrik. Það bara alltaf kostur að vera með stuttur hérna. Það bara þannig. Þannig að nú ætlum við að ljúka þessu. Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri ætlar að svona taka þetta saman og kveðja svo. Gjörðu svo vel. Já, ég nú eiginlega hérna í öðru veldi því að þetta nú eiginlega Bergþórur en ég fekk þetta verkefni að standa hér þannig að hérna, en hún sleppur ekki til ábyrgðina neitt sko. Þessi erindi sem við erum búin að hafa hlust á hérna núna, þau náttúrulega segja okkur að þetta eru gríðarlegar áskoranir og þær koma mjög hratt og það engin, sko, það ekkert svigrúm annað en að bara fara í verkin og mér fannst það góð setning sem kom hérna áðan. Við verðum að prófa til að læra og það nákvæmlega sem Friðrik var að útskýra fyrir okkur, við urðum bara að finna út úr því hversu öruggt eða óöruggt þetta umhverfi sem við erum að vinna þarna í og við urðum að læra á þessa nýju tækni og fá til þess það fólk sem að gat kennt okkur og kaupa þau tæki sem þurfti. Þannig að svona þessi tími svolítið búin að vera og hérna við svona þegar við lítum farin vega þá náttúrulega sjáum við það að það er býsna margt sem að við höfum lært og náð að fást við á stuttum tíma og margt af því kannski eitthvað sem að okkur hefði ekki dottið í hug, sko, okkur hefði aldrei dottið í hug að við færum dag eftir dag eftir dag og settum bílhlöss í sömu hóluna og hún væri bara komin aftur og meðan við vorum að átta okkur á því hvað var þarna fyrir neðan, hérna, hvernig umhverfi þetta eiginlega. Ég verð að viðurkenna það, ég hef náttúrulega verið bara hér í húsi, ég hef haft miklar áhyggjur af fólkinu okkar. Þú veist, og ég hef áhyggjur af því að hérna, þeir sem voru þarna á hverjum degi eru kannski svolítið vanir þessu umhverfi og færi ekki eins varlega og þyrfti, en það hefur nú, sú færni hefur líka aukist eftir því sem að tíminn leið. En við höfum semst verið að eiga við vegi sem hafa krumpast, vegi sem hafa sprungið, vegi sem hafa síið, vegi sem hafa horfið og svo framvegis. Og hérna, ég held að það sé býsna einstakt í sögu vegagerðar að eiga við það alltaf kannski nokkrum vikum. Þannig að semst, það sem stendur upp úr, finnst mér eftir þennan tíma,
hvað við getum gert þegar samstarf gott. Og samstarfi það hefur verið mikill einhugur innan Vegagerðarinnar að takast á við þetta og gefa hvergi eftir, en það hefur líka verið gríðarlega gott samstarf við aðra aðila, við löggæslu, almannavarnir, bæjaryfirvöld í Grindavík, verktaka og svo framvegis. Og ýmsa sérfræðingar sem hafa verið fengnir á borðinu eins og Jón Haukur var áðan. Og án þess ekki hægt að gera þetta. Svo getur maður velt fyrir sér hvernig myndar maður framtíðarsýn fyrir svæði sem maður veit ekki hvernig verður. Af því að við höfum ekki hugmynd það að það yrði eitt eldgos í mánuði. Sem sagt, það væri það sem væri framundan í bráðum 4 ár. Þannig að það sem við vitum í dag það á ekki að þurfa að segja vegagerðarfólki að það sé mjög mikilvægt að hafa vegi. En við höfum samt lært það á einhverjum svona öðrum skala að ef við höfum ekki þessa vegi og ef þeir eru ekki færir, þá getum við ekki bjargað fólki og við getum ekki bjargað innviðum og við getum bara eiginlega okkur ekki treyft. Og þetta er orðið okkur svo skýrt í dag að við áttum okkur á því til dæmis það að hafa eina útgönguleið og Grindavík bara ekkert ásættanlegt. Það þurfa að vera fleiri og við þurfum að halda þessum vegum opnum og færum. Það við erum náttúrulega búin að læra það að leggja vegu við hraun. Það er merkilegt og ég get alveg sagt smá sögu, eins og eðlilegt er í norrænu samstarfi. Og við hittumst þar og það er farið yfir mál og svo er svona frjáls tími og þar sem menn með að segja frá sínu og það kom þarna sænsku kollegi minn og hann hélt dramatísk og innblásna ræðu það að það hefði komið snjóstormur og svo hefði lokast vegir og svo hefði þurft að bjarga fólki og þetta hefði kostað afskaplega mikla peninga og það hefði verið mjög vont vegna þess að það komist hvorki menn eða vörur fram og tilbaka. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við gerum alla daga, alla veturinn. Og þá gæti ég farið upp og sagt, já, við vorum nú bara að læra hvernig við leggjum vegi yfir hraun. Þannig að það var bara svolítið skemmtilegt. En hvað höfum við lært? Við höfum líka lært það að það er gríðarlega mikilvægt að það séu góðar leiðir bæði í norðan og sunnanmegin og Reykjanesinu. Það er ekki nóg að hafa eina, það þarf að vera 2. Við höfum líka lært það að vegirnir sem við erum með, nú átti ég að gera svona, Nesvegurinn, Suðurstrandavegurinn og Krýsuvíkurvegurinn, þeir verða hjáleiðir ef að eitthvað gerist, þá verða þetta eru leiðir sem við notum til að bjarga fólki búnaði og koma björgum til á staðinn. En ef að Reykjanesbrautin myndi nú fara, þá er þetta líka hjáleið fyrir hana, þannig það er nauðsynlegt að byggja upp þessa vegi og geta tekist á. Við vitum bara ekkert hvað er framundan þarna. Það getur vel verið þessar hreinu sé að ljúka, það getur líka vel verið hún vari bara okkar ævi og lengur. Þannig að ég held að það sé svona einn af lærdómnum. Við verðum að búa okkur í haginn þannig við getum tekist á við verstu scenarióin. Sigurþór kom með myndina af hraunflæðisríkanu þar sem að hraunið stefnir á Reykjanesbrautina. Reykjanesbrautin er vissulega samgönguæð fyrir 30.000 manna byggð en hún er líka samgönguæð að alþjóðlegum flugvelli, okkar eina stóra alþjóðlega flugvelli sem er lífæð og grundvöllur stærsta atvinnuvegar þjóðarinnar. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur undir það að geta þjóna þessum flugvelli þó það komi tímabundið rof í þessa stóru samgönguæð. Þannig að það held ég að sé nú einn af stóru þáttunum líka, þannig að vegir og aftur vegir og samgöngur, kannski ekki bara vegir, heldur samgöngur og samgöngukerfi sem virkar og ber þarfirnar sem við mögulega og kannski og nokkuð örugglega eigum eftir að þurfa að takast á við. Það er það sem að stendur upp úr í okkar hlutum í þessu. En svona bara í lokin, þetta snýst samstarf og aftur samstarf og ef við höfum verið mjög lánsöm í kringum Grindavík. Almannavarnakerfi Íslendinga er ekki búið til í kringum viðvarandi atburð. Það er búið til í kringum atburð sem hefst, það er tekist á við hann, honum lýkur og það eru eftirköst.
En þarna vorum við komin í mánuðum saman og árum saman í viðvarandi almannavarna atburð. Þannig að þau þurftu að hugsa marga hluti upp og nýtt. Og það voru margir sem áttu hluta máli að þurftu að koma að. Það er innviða eigendur í allri sinni breidd, vegir, veitur, lagnir, ýmiss konar, náttúrulega bara þessi hagsmunir stórra fjarðaþjónustufyrirtækja sem eru þarna svo framvegis. Það hefur sem betur fer tekist að hafa mjög gott samstarf, það hafa bara mjög hratt og örugglega verið mótaðir ferlar fyrir þessi samskipti, fyrir þessar ákvarðanatökur sem hefur þurft að standa að, þannig að þetta hefur gengið lyginni líkast vilja meina. Þannig að framtíðarsýn okkar hér hjá Vegagerðinni er að við höldum svolítið áfram á sömu braut, þróum það áfram kannski á grundvelli þeirrar þekkingar sem hefur skapast og gætum að því að missa ekki móðinn í því að laga þá vegi sem þarf að laga, klára þá vegi sem þarf að klára, því þessir vegi sem við höfum verið að leggja eru auðvitað ekki full kláraðir og við erum tilbúin í þá hvaða uppákomur sem þessi ágæta móðir náttúra kann að bjóða okkur upp á. Þá ætla ég ekki að hafa fleiri orð. Ég var nú aðeins svo fljót að segja að Bergþóra ætlaði að kveðja alla því að við ætlum ekkert að kveðja, við ætlum að bjóða upp á að fólk geti spurt spurninga. Jón Haukur þurfti reyndar að fara, þannig að það er ekki hægt að spyrja hann, en Sigurþór veit nú einlega flest sem að Jón Haukur veit. Þannig að ég ætlum bara að opna á spurningar hérna úr sal, eða komum að hafa þetta bara svona lokal. Gjörðu svo vel, þú mátt kynna þig, ég held að heyrist alveg í þér. Takk fyrir, Hörður Guðbrandsson heiti ég, formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur. Takk fyrir þessi erindi, mjög gott. Öfugt við það sem er að sagt, þá höfum við séð að starfsmenn Vegagerðarinnar geta lært. Þeir hafa lært mjög hratt. Við erum afskaplega þakklátt fyrir þeirra vinnu og allra þeirra verktaka sem hafa komið að málum hérna í Grindavík. Þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel og en greinilega mjög tilbúinir að hugsa út fyrir ramman. En það er aðalega eitt atriði sem ég ætlaði svona aðeins að hnykkja á. Ég var reynda mjög feginn að Bergþór kom hérna með að Krýsuvíkurvegurinn væri komin á einhverja dagskrá. Af því að við Grindvíkingar höfum þurft að nota hann mjög mikið sem varaleið inn í Grindavík. Og við verum frá sunnanverðu Klefavatni og norður fyrir Vatnsskarði er alls ekki í standi til að vera varaleið og þetta hafi sloppið slysalaust eða slysalítið og það er nú tiltölulega auðvelt að laga þetta allavega að sprengja niður hann í Vatnsskarðinu þannig að lækka brekkuna meðan eftir því að þessi leið hefur lokast af því að flutningabílar hafa þverað þarna í brekkunni. Þannig að ég vil leggja áherslu á að þetta sé sett í einhvern forgang af því að við vitum líka bæði Grindavíkurvegurinn og Reykjanesbrautin getur alveg lokast á þess að það sé hraunendilega yfir hana eftir að öðrum ástæðum. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt að fara að setja þetta í forgang. Krýsuvíkurleiði, sérstaklega þessi kafli sem ég nefndi. En á öðru leyti bara takk fyrir í dag. Já, takk fyrir. Það var ekki sérstök spurning og veldur ekkert fá eitthvað viðbrögð eða hvað? Bara, þú veist, hvort að þetta er ekki örugglega sett í forgang, það er kannski spurningir. Já. Hver getur nú svarað því? Er það þú Bergþóra eða eitthvað? Ég held að það sé bara frábær hugrenning og hefur okkur verið bara mjög hugleikið. Þetta kemur trekk í trekk upp og við vitum mjög vel, sérstaklega í vetrartíma, hvað þessi leiðin erfið og við höfum verið miklu vandræðum að halda þessu opnu í hálku og ófærð. Og þar leðandi er þetta kannski grunnurinn af því hvers vegna við erum að draga þetta fram sem mikilvæga leið sem þarf að styrkja og laga. En því miður er ekki komin endilega á áætlun, allavega ekki í ár, en við höfum hugað því að þetta verði í forgang. Kannski alltilega að bæta við, við höfum sent stjórnvöldum minnisblöð og upplýsingar það sem við teljum að þurfa að gera og þetta er verulega kostnaðarsamt og
En sem sagt, hvað ég reyna að halda mönnum vakandi við það alltaf hættan í svona verkefni að þegar næsta krísan er liðin hjá, þá einhvern veginn missa með móðinn og fara að hugsa eitthvað annað. Þannig að við viljum svolítið fá að láta klára þetta sem við teljum að láta klára. Já, gerðu svo vel. Já, ég heiti Ásbjörn. Mér langaði svona bara að spyrja, Sigurð þarna Valgarð, hvernig hafi gengið að loka vegum? Það ekki bara að koma, Valgarð. Já, ég að koma til því. Herri, já, takk fyrir það. Þetta hefur nú gengið bara mjög vel að loka vegum. Bara svo að stutt átgáfan, sko, en auðvitað er þetta samstarf margra aðila og sérstaklega á þessu svæði sem er náttúrulega hættu og á hættustigi eins og staðan er núna og eins og þegar kemur upp neðasti, að þá hefur þetta verið bara með miklum ágætum og bara gott samstarf milli okkar og lögreglu og náttúrulega þeirra fjölda viðbragðsaðila sem er á svæðinu á þessum tíma. Og svo náttúrulega búum við það að ég held að ég geti sagt að í fyrsta skipti í Íslandssögunni að þá hefur verið ráðið til þess fyrirtæki sem að sinnir svona þessum daglegu lokunarpóstum þegar við höfum þurft að hafa þá í virkni. Svara þetta? Ferðamenn? Já, ferðamennir. Herðu, jú, þeir hafa nú gjarnan verið til trafala og hérna, en þetta hefur verið líka dagleg barátta oft á tíðum hjá okkur og aðgerðarstjórninni suður frá að það er að berjast við Google og benda á að ákveðna leiðir séu sannarlega lokaðar þrátt fyrir að ykkur símaumferð fari þær. Það er áskorun. Við tökum því bara á hverjum tíma. Takk. Einhverjar fleiri spurningar? Við langar kannski að... Já, gerðu svo vel. Sigurbjörn heiti ég, blaðamaður hjá Víkurfréttum, fjölmiðla á Suðurnesjum, ég er frá Grindavík. Spurði, ég man ekki alveg, semst varðandi jarðvegskönnunum, fyrir ekki hvað heitir? Friðrik. Friðrik, já. Og ég spurja, semst allstaðar það sem að var, því náttúrulega, það er búið að skoða, skanna bæinn alveg frá A til Ö, að mér skilst. Eins og ég vil einhvern sem trúa að þetta sé bara öruggari bær heldur en margir aðrir. En semst á þeim svæðum sem kom upp einhver grunur umskarstólrunni og þið fóruð í þær aðgerðir, kom einhvers staðar í ljós eitthvað mikið hólfinu sem að hefði einhver hætta við það? Já og nei. Við erum svo sem, við fjörum okkur svolítið, hvað sér við? Ég var náttúrulega komin út úr þessum fundum líka svolítið, sko. Ég grípa það kannski í raunveru parturinn sem Friðrik og Vegagerðin hefur staðar og fyrst og fremst vegirnir. Sem sagt, okkar vegir sem við syndum og í raunveru kannski upphafið þessu verkefni. Síðan tók alfarið við í raunveru annað teymi sem hefur synt í raunveru að skoða bæinn í heild. Þannig að við getum illa svarað í raunveru fyrir þær niðurstöður sem þar eru. Það væntanlega kemur ljós og verður kynning á því einhvern tímann þegar það liggur fyrir. Já, það var, Það er Ísor og Verkís og Ísor og Efla sem hafa tekið það verkefni í raunveru fyrir Grindavíkurræktina. Bendur ekki bara á jarðskoruna? Ég held að það sé... Skýrsluna. Það er pláss fyrir nokkrar spurningar ef einhver hefur. Það hefur greinilega verið mjög skýrt allt saman. Ég ætlaði nú reyndar að spyrja Friðrik líka. Það er gervigreind. Nú þú last úr þessum myndum en það er nú ekki fyrir hvern sem er að gera það. Hefur gervigreindin komið sterkt inn í þetta verkefni til dæmis? Já, ég kom svo sem, ég var búinn að punkta það niður, ég ætlaði að nefna. Já, við byrjum á að vera með svona fábrotið úrvinnsluforrit sem heitir Prism, sem var bara í tvívídd og sýndi ekki mikið, og svo fórum við að reyna að vinna með þrívitaforrit sem heitir Wave, sem okkur gekk illa að ná sambandi við stjórnendurna, en svo duttum við inn á forrit sem heitir Geolytics, og í því er innbyggð gervigreind og þar getum við í raun og veru, hún lærir með okkur líka, þannig að við getum valið einhver lag og hún teiknar bara restina af því, og svo valið næsta lag og hún teiknar það á þeirri mælingu. Og út frá því getum við búið til þrívíddarkort, við getum búið til
getur mælt hvað er milli lagana og varpa því svo yfir í teikniforritin fyrir hönnuðina og þeir sem eru að fara að vinna með þetta lengra, sko. Er það svarar? Já, það svarar. Nú ef það ekki fleiri spurningar, það bara þakkum við kærlega fyrir og hlökkum til að segja okkur næst.